Við ætlum núna að vinna lýsandi tölfræði upp úr gögnum. Við ætlum að skoða dreifingu, við ætlum að reikna meðalfrávik og dreifni og staðalfrávik út frá lista sem við höfum skóstærðir og áður gert myndband um það hvernig við búum til tíðnitöflu úr svona óflokkuðum gögnum og hlekkur það hérna í kommentum að neðan. En við ætlum bara að hefjast handa með þetta. Við erum komið með tíðnitöfluna hérna inn og áður en við fyrir að vinna með hana, það er gott að bæta hérna bara röð inn fyrir ofan svo við getum merkt dálkan okkar. Það er gott að vera með gæsalappir þegar við erum að skrifa eitthvað texta inn í töflureiknum svo þarf ekki að reikna út úr þessu með öllum exum og öslunum sem við getum verið að nota. Gildi, það eru x-in okkar og hér eru við með fjöldan í hverri skóstærð, það er tíðni hverjar skóstærðar, hvernig það f fyrir frequency. Nú, til þess að reikna frávik, þá þurfum við fyrst að finna meðaltal. Við þurfum að finna meðaltalið af skóstærðinni og það er hægt að gera það með því að hérna margfalda saman tíðnina og gildið. Og þá fáum við hérna, það er að gera sama sem. Ef maður er að reikna, þá mun auðveldra allt saman, þá getum við smellt til dæmis hérna þessa reiti hérna. Margfaldar hún saman þessa reiti, því það eru 5 sem eru með skóstærð 36. Og þá getum við dregið þessa skipin hérna niður með því að fara hérna í litla ferningin í þjóðninu. Drögum þetta niður og þá margfaldar hún saman alltaf 2 reitina til vinstri. Nú, þegar við erum með þetta valið, þá getum við lagt þetta bara saman með því að nota tækjastíkuna hérna. Hérna eru verkfæri sem tilheyrir töflureiknunum og smellum á þetta, þá getum við lagt saman gildi í völdum reitum. Þannig að við getum ekki nota meðaltali hér að því þetta við erum hér með tíðnitöflu. Nú, þetta er samtals öll skóstærðin og við þurfum að gera það sama fyrir tíðnina til þess að vita hversu margir eru í hópnum. Og að því nú fer ég á miðjanreitin, ekki hérna í hornið, miðjanreitin og dreif niður, þá vel ég alla reitina. Þegar ég farið í hornið og dreigið það niður, þá hafa ég breytt öllum gildunum í 5. Það viljum við ekki. Nú leggjum þetta saman aftur. Það eru svona 54 og við getum reiknað meðaltalið þá með því að gera hérna sama sem þessi tala hér deilt með þessari tölu hér. 40,52. En ég ætla bara að eyða þessari út af því ég ætla að gera þetta með einfaldara hætti. Ég ætla að gera meðaltal listi óflokkara gagna, það er meðal T og listi óflokkara gagna, það er skóstærðin. Og þá fáum við 40,52 hérna. Getum þess vegna bara eitt þessum dálki hérna út, þannig bara fyrir okkur. Ok, við erum með skóstærði, meðaltala skóstærði sem það heitir hérna A. Ég ætla bara að breyta nafninu á útkomuna því að GeoGebra sjálfkrafa úthluta nafn á öllum útkomum, öllum sem við reikna, öllum sem við erum að gera. Alveg svona býr til nafnið L1, L2 hérna sjálfkrafa fyrir lista og A, B, C og svo framvegis fyrir tölur. Nú, ég ætla að kalla þetta hérna bara MT fyrir meðaltal. Hvað þægilegt. Ok, meðaltalið er hérna 40,52 og nú ætlum við að fara hér og reikna hversu langt hvert gildi er frá meðaltalinu. Ok, kallum það bara frávik. Nú, þegar við erum að reikna frávik, þegar við reikna meðalfrávik og dreifni og staðalfrávik, þá viljum við bara vita hversu langt gildið er frá meðaltalinu. Hversu langt er 36 frá 40,53. Og ef við myndum bara gera þessi tala mínus meðaltalið og draga það niður,
þá væri helmingurinn á tölunum það bil í mínus og helmingurinn í plús og við myndum leggja það saman og myndum fá 0. Við viljum ekki fá neina mínustölur, við viljum bara fá stærðina, fá vita hversu mikil frávikin eru. Þá notum við skipun sem heitir ABS. Við getum líka séð hérna, þetta er tölugildiskipun. Við getum bara smelta á hann hérna og setjum inn í svega það sem við viljum fá tölugildi af. Það er að segja, hún breytir mínustölum í plús og plústölur verða óbreyttar. Ok, við viljum taka þessa tölu hér og draga meðaltali frá mínus MT. Þannig að þeir sem eru 36 með 36 í skótarð eru 4,52 frá meðaltalinu. Við erum ekkert að pæla í því hvort það sé fyrir ofan eða neðan, núna heldur bara hversu langt frá. Nú getum við aftur dregið niður svona og að því að við notum MT, breytuna MT meðaltalið, þá þegar við drögum núna þá dregur hún MT frá öllum gildunum. Þannig að hér eru við komin með öll frávikin. Þeir sem eru við skóstar 48 eru með stærsta frávikið. Þeir eru lengst frá meðaltalinu. Ok. En ef við viljum að finna meðalfrávik, þá þurfum við að leggja saman öll þessi frávik og deila með fjöldanum. Og þá er ekki nóg að leggja þennan lista saman, þá er bara eins og það væri bara 1 með 36 og svo framvegis. Heldur við ætlum að fara þá og margfalda frávik og tíðni. Frávik sinnum F. Svona. Og þá getum við gert sama sem frávikið sinnum tíðninu. Aftur getum við lagt saman. Nú, þetta getum við lagt saman eins og áður. Leggjum þetta saman. Hér fáum við heildarfrávikin og meðaltal frávikana eða meðalfrávik. Þá meðalfrávik. Takkum þennan klukka lítið. En þá sama sem þessi deilt með þessari. Deilum við fjöldanum. Ok, 3,11 er svona meðalfrávikið. Nú, dreifni og staðalfrávik þykir svona nákvæmari mælikvarðar á dreifingu. Þannig að nú ætlum við að reikna dreifni og þá þurfum við að setja frávik í annað veldi. Þetta er bara frá sem gæslabeina. Frávik í öðru sinnum tíðni. Og setjum þetta inn í gæsalapir hérna aftur, svo fara að gera einn reikningu að. Frávik öðru sinnum tíðni. Það er sem sagt sama sem, aftur getum við flýtt fyrir okkur, frávikið í öðru veldi sinnum tíðnin. Og það er að segja þessi tala í öðru veldi sinnum þessi tala hér. Drögum þetta niður. Þá gerum þetta við allar tölurnar. Leggjum þetta saman. Dreifnin er sem sagt frávikin, samanlögð frávikin í öðru veldi. Deilt með fjöldanum. Meðaltal frávikana í öðru veldi. Þetta er oft kallað fervik líka. Dreifni. Sama sem þessi deilt með þessari.
staðalfrávikið. Þegar hér erum við með einhvers konar lýsitölu sem í öðru veldi, við viljum koma þetta aftur í fyrsta veldi. Staðalfrávikið einfaldlega ferningsrótin af þessari tölu hér, ferningsrótin af drifninni. Sama sem. Hér erum við með ferningsrótarmerkið, ferningsrótin af þessu, 3,53. Þessar tölur hérna, skulum segja þessar tölur hérna, drifn og staðalfrávik, sem eru kannski mest notaðar til að meta dreifingu, svona þegar við erum alltaf að skoða með vísindalegum hætti, þá getum við reiknað hérna beint, það er að segja staðalfrávikið, getum við reiknað beint með því að gera ST. Þetta er standard deviation population. Þetta þýðir að þá erum við að reikna staðalfrávik úr einhverju gagnasafni, úr einhverjum hópi mælinga. Og köllum allt svona mælingar þar sem við erum bara spyrja, þó að við séum búin að vera að spyrja skóstarfið eða fólk búin að flytla inn. Hérna listi óflokkaðra gagna og listi óflokkaðra gagna sem við erum með það í skóstarfinn. Að sjá við fáum nákvæmlega sömu tölu út. Drifnin sömuleiðis er skipun. Nei. Skóstærð 12,47. Það er til önnur skipun sem við notum oft í tölfræðinni. Staðalfrávik eru oft að reyna að finna þegar við erum að meta staðalfrávik í þýði eða stærri hópi fólks. Þá tökum við eitthvað úrtak eins og hér og við ætlum að nota þetta til að álykta hvernig allir Íslendingar væru til dæmis, og þetta væri hópur af einhverjum tilvíðanlega kennt völdum Íslendingum. Þá er staðalfrávikið aðeins öðruvísi. Það er í staðinn fyrir að deila með fjöldanum, þá deilum við með fjöldanum -1. En við getum líka gert það bara beint hérna með skipunni staðalfrávik. Þetta er skammstöfun hérna, staðalfrávik, skóstærð, og við fáum aðeins hærri útkomu heldur en staðalfráviki sem við reiknum hérna, 3,56. En þetta notum við bara þegar við erum komin í ályktunartölfræði og erum að álykta svona stærri hóp út frá þeim gögnum sem við erum með. Takk fyrir í dag.